Ég vil segja sama og ég sagði áðan, sko, við eigum náttúrulega aldrei að, við verðum að virða það þegar að fólk kemur fram með svona sögur. Og allavega þegar að að ræða börn. En ég get ekki kveðið upp dóm í þessu máli. En við erum ekki tala um dóma. Nei, en ég vil að bera virðingu fyrir hennar sögu, ég vil bera virðingu fyrir því að hún kemur fram og flytur sitt mál. En það að bera virðingu fyrir, það að trú henni eða ekki? Þetta eiginlega svona já eða nei? Já, það vandi að svara þessu. Ég vil allavega ekki rengja hana. Ég hef engar forsendur til að rengja hana og ég Þá lítur svaraði vera já. Ég allavega tel ég það að við verðum að taka svona alvarlega og við verðum að taka alvarlega þá kvöl og sem að þarna býr að baki. Og ég vil bara ítreka það að við og taka það undir með Guðrún Ebbi í því að það er mikilvægt og að svona hlutir, náttúrulega þetta eitthvað hræðilegasta ásökun sem hægt að bera fram á nokkurn mann. Þetta einhver hræðilegasti glæpur sem til Einmitt, og liggur þungt á fólki. Og liggur þungt á fólki, eyðileggur líf. Þetta sálarmorð og á ekki að líðast. Og samfélagið allt á að standa vörð það að ekkert barn verði fyrir slíku. Við getum aldrei komið algjörlega í veg fyrir það, en við eigum að leita allra ráða til þess að koma þeim til hjálpar sem að verða fyrir slíku. Og þá komum kannski að þagnarskyldunni sem hefur verið í umræðunni. Þú hefur sjálfur sagt að prestum beri skylda, rétt eins og öllum öðrum stéttum, að tilkynna ef þá grunar að barn sé beitt ofbeldi, hvort sem það kynferðisofbeldi eða annað. Gildir það sama fullorðna einstaklinga? Hvar liggur línan í þessu? Frá hverju eiga prestar að segja? Þagnarskylda presta, trúnaðarskyldan, hún er mjög rík. Hún er í rauninni algjör. En barnalögin taka alveg skýrt fram að þau séu þeirra ákvæði hafa forgang. Það er að segja tilkynningarskyldan þegar barn á hlut hefur forgang fram yfir ákvæði laga og siðareglna embættis stétta þagnarskyldu. Það er alveg á tæru að prestur ber tilkynningarskyldu í þessum efnum. Fólk hefur jafnvel krafist þess að séra Geir Waage missi hempuna vegna hans túlkunar á trúnaðarskyldunni. Hefurðu rætt þetta við Geir? Ekki ennþá, það kemur að því. En hvað heistu segja við hann? Það mun ég segja við hann, en ég stend alveg fastur á því að embættismaður kirkjunnar, hann hefur unnið eið að því að lúta lögum íslenska ríkisins og íslenska lýðveldisins. Og hvað þýðir það þá? Já, hann er skyldur að gera það og hann verður að láta það koma skýrt fram að hann gerir það í þessu tilviki og það mun hann áreiðanlega gera. En það er mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir kirkjuna, eins og allar þær stéttir sem hafa með börn að gera, að það sé alveg á hreinu að foreldrar og aðrir geti treyst því að börnunum sé þar óhætt og það sé tilkynnt það ef eitthvað er öðruvísi en á að vera. En þú talar barnalögin, þetta gildir það. Barnaverndarlögin, en hvað með fullorðna einstaklinga? Við getum tekið organistan í Bústaðakirkju sem varð vitni að ýmsu meðan hann starfaði þar með Ólafi Skúlasyni. Varð síðan hans sálusorgar eins og segir í bréfi sem hann sendi til kirkjuráðs með Sigrúnu Pálínu og þar sem hann sagðist að vera bundinn trúnaði því sem þeim hefði farið á milli. En hann gæti þó sagt að Ólafur hefði trú honum fyrir því og nú vitna í beint að hann var haldinn mikilli kynferðislegri þrá eða löngun sem kom fram í óeðli. Hefði organisti til dæmis, hefði honum ekki borið skylda til þess að segja frá þessu?
Sko, ef hann væri prestur, ef þetta prestur að tala við kollega? Já, það er nefnilega það, sko. Nú veit ég ekki. Ég veit nú er ég ekkert bara um þetta. að spyrja munin á börnum og fullorðnu fólki. Gildir þetta ekki broti fullorðnu fólki? Jú, það er nú það, sko. Nú veit ég ekkert hvers eðlis þessi trúnaður þeirri milli var og ég vil ekki eiginlega leggja dóm á það, en þetta er eitthvað atvik sem hann lýsir fyrir yfir 30 árum. Og núna allavega vitum við það að núna er fólk almennt miklu meðvitaðra, sem betur fer er fólk meðvitaðra mörk hins leyfilega þarna og það hefur tekist að vinna að vitundarvakningu í okkar samfélagi alvarleika kynferðisbrotamála og það er bara eitthvað sem við hérna kirkjan og vill styðja það fólk sem er að vinna því og vill stuðla því að okkar samfélag sé opið og vakandi fyrir þessum hlutum. Nú er Sigríður Guðmundsdóttir sóknarprestur til dæmis lagt til að það verði stofnuð sannleiksnefnd með aðkomu ýmissa sem fari líka í fortíðina, komist að því hvort mál af þessu tagi hafi verið þögguð niður innan íslenskur kirkjunnar rétt eins og hefur gerst á erlendri grundu. Verður þið tilbúin að samþykkja það? Sko ég hef mjög íhugað einmitt þessa leið og ræddi það við ráðherra, þennan möguleika. Hún er svolítið flókin. Þetta er svolítið flókin leið, en mér finnst hún fullar athyglisverð og hún sé skoðuð eða aðrar þær leiðir til þess að skoða þessi mál. Því að það er náttúrulega afar hörmulegt til að vita að það sé einhver hópur fólks þarna úti sem að situr inni með mikil sár og mikla sorg vegna framkomu kirkjunnar manna. Ég bara harma það af dýpstu hjartarótum. Er það ekki einmitt kannski málið það þegar þú talar að það sé ekki hægt að dæma látinn mann, hann verði dæmdur af æðsta dómstóli, sé hann til. En er ekki málið það að þó að maður sé látinn og þá Ólafur gafst tækifæri á að biðjast fyrirgefningar eða sem hann kaus að gera ekki meðan hann var á dögum, en hann vann hins vegar svo stofnun í hvers umboði hann starfaði. Málið endar hjá henni. Er það ekki ykkar að klára að vinna úr því vegna þess að það er ekki beðið dóm heldur kannski frekar viðurkenningu? Já, það er nú það, sko. Við erum, ég tel það að við séum að reyna að feta okkur áfram í því hvernig við vinnum úr því. Það er ekkert einfalt mál að gera það. En við viljum gera það að öllum og því sem í okkar valdi stendur. Hitt, sko, er hins vegar kristnum manni mjög ofarlega í huga og á að vera það. Dómstóllinn hinum megin? Það er sá hinn æðsti dómari sem að við stöndum all frammi fyrir og þurfum að standa reikningsskil fyrir. Þetta eru samt brot sem eru þessa heims og krefjast úrvinnslu hérna megin. En þegar að viðkomandi er horfinn af sjónarsviðinu þá er erfitt við eiga, en þá er þetta ráð umhyggjunar og sálgæslunar og svo þau ráð sem að við höfum og við verðum að beita að búa svo hnútana að slíkt endurtaki sig ekki. Trúverleiki er náttúrulega það mikilvægasta sem nokkur trúfélag hefur og nú voru fréttir af því í dag að fyrirspurnum úrsagnir úr þjóðkirkjunni þeim hefði fjölgað síðustu daga, væntanlega í tengslu við þetta mál. Hefur þið velt í fyrir þér að stíga til hliðar, kannski vegna þinna tengsla við þetta mál eitthvað? Telurðu þið njóta trausts þess hluta þjóðarinnar sem er í þjóðkirkjunni, sem eru tæp 80%? Ég tel mig gera það, já. Ég tel ekki að ég hafi gert það af mér sem verðskuldi að ég segi af mér. En ég stend undir, ég verð að lúta því ef að menn meta það þannig, en þeir sem að þau mál fjalla, en ég er ekki, mun ekki á þessu stigi gera það. Ég tel það að ég hafi að bestu samvisku reynt að vinna þannig
af heilindum í þessum málum innan okkar kirkju að það sé tekið af festu af slíkum málum sem uppkoma í dag og að það sé búið svo hnúta að eins tryggilega eins og mögulegt að það endurtaki sig ekki að allir þeir sem starfa á vettvangi kirkjunnar þeir séu meðvitaðir það, mörk hins leyfilega, þeir séu meðvitaðir skyldu sína og ábyrgð gagnvart börnunum sérstaklega því að þau eiga alltaf að vera í forgrunni í starfi kirkjunnar eins og í samfélaginu yfirleitt. Setjum punktinn hér. Kæra þakki fyrir komuna, séra Karl. Kastljós verður ekki lengra í kvöld, við sjáumst aftur á morgun.